Föstudagsþátturinn heldur áfram á menningarlegum nótum og hingað til mín kominn Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og hann ætlar að segja mér frá upptökum sem fara fram í Hofi núna helgina hjá Sinfóníu Nord. Það saga borgarættarinnar. Velkominn Þorvaldur. Kæra þakkir. Já, þetta eru upptökur hjá Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Og sko verkefnið Sinfónía Nord. Já, það kvikmynda tónlistarverkefni Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Það sem að við erum við erum orðin bara svolítið stór í heimi afþreyingar í bara á heimsvísu, já. Það vantar ekkert upp á það. Og byrjuðum á þessu 2015 og það sama ár vorum við búin að leika inn á blockbuster í Bandaríkjunum sem heitir Perfect Guy og þetta var í mars og hún kom út í september eða eitthvað svoleiðis. Já. Sem að náttúrulega fyrst að þetta var hægt og hljómsveitin var nógu góð til þess að leika inn á svona Hollywoodmynd. Það náttúrulega fóru aðrir að spá og hringi í Atla Örvarsson sem gerði tónlistina við. Hvernig þetta þarna fyrir norðan? Og hann gaf því góða einkunn og þá fór bara síminn að hringja. Og þetta erum við búin að vera að gera með okkar klassísku tónleikum og venjulegu dagskrá hjá Menningafélaginu. Sem sagt bara samhliða. Já, einmitt. Og svo núna síðan í COVID þá kemur í ljós að við vorum búin að standa okkur svo vel hérna í sóttvörnum að það leit út fyrir að Ísland væri eina landið í heiminum þar sem hægt var að taka upp symfóníska tónlist fyrir þennan innað. Þannig að Netflix settist bara að í Hofi og við tókum bara upp fullt af titlum. Og í rauninni hljómsveitin búin að spila saman miklu oftar á þessu ári, eða sem 2020, heldur hún gerir venjulega með tónleikum og upptökum og öllu þessu. Já, hugsa sér að þegar allt lokast út í heimi þá hægt að græja og gera hér. Já, við vorum svo heppin að vera búin að þróa þetta þegar að koma að þessu. Margir halda að þetta gangi svona vel núna bara út á COVID, en það ekkert alveg rétt. Þetta var komið á mjög góðan skrið sem sagt, þú veist, 18, 19 vorum að gera marga titla. Fyrir COVID vorum við að gera Eurovision, Will Ferrell og Hitman's Bodyguard og The Vikings. Vorum að gera það og bara nefndu það. Þannig að það var búið að leggja grunninn að þessari velgengni áður, sko. Við vorum búin að afla traust. Já, það var búið að sá fræjunum og nú bara uppskeran að koma. Það má segja það að mörgu leyti, já. Já, og núna helgina fara fram sem sagt upptökur, þetta ykkar stærsta verkefni til þessa, sko, eða svona viðfæðmasta kannski svona í tímum talið allavega. Já, og mannfjölda og öllu því að við erum að fara að taka upp tónlistina við þöglumyndina Saga borgarættarinnar. Sem markar upphaf á íslenskri kvikmyndasögu því að hún var sem sagt ein stærsta þöglamynd í Evrópu sem hafði verið tekin upp, gerð af dönskum aðilum, en tekin upp á Íslandi með íslenskum leikurum við sögu Gunnars Gunnarssonar á Skriðuklaustri. Þannig að við eigum ansi mikið í þessu. Heldur betur. Og og myndin 100 ára, ekki satt? Hún 100 ára, 21 og sem sagt það búið að kvikmyndasafn Íslands. Já, best að ég taki það fram að þetta samstarf 3 menningarstofnana. Það sem Gunnarsstofnun, Kvikmyndasafn Íslands og Menningafélag Akureyrar. Og það í mörg ári búið að vera svona eins og, hvað með að segja, þetta svona fornleifagröftur. Að taka hvern ramma í þessari mynd og svona í tölvu laga allar skemmtir og allt þetta. Þannig að hún alveg skýr og alveg eins og splunkun í núna og svo Þórður Magnússon tónskáld búinn að semja 3,5 tíma symfónískt skor við alla myndina. Þannig að þegar hún verður frumsýnd og þegar hún verður sýnd í Hofi þá sestu niður og ert með fullkomlega svona eiginlega fullkomna tímavél til 1920 og sjá þessar íslensku leikara sem voru í þessu og allt þetta fólk og þá tækni sem var notað þá og surround symfóníska tónlist sem var tekin upp í staðnum þar sem hún varst og þá hringnum náð. Hringnum náð, heldur betur. Það náttúrulega alveg magnað fyrirbæri. Og þetta 3,5 tími af tónlist. Já, af því hún þögul og myndin 3,5 tími. Þá það bara þannig. Það þarf að fylla upp í það. Og hann náttúrulega styrkir og bakkar upp all drama í þessari mynd og alla fegurð og allt þetta. En áskorunin hjá okkur núna að ná
3,5 tíma af symfónískri tónlist á 20 tímum. Á 20, já. Við byrjuðum í morgun, sess klukkan 10. Já. Eigum eftir að vera hérna fram á sunnudagskvöld með 50 manna symfóníuhljómsveit á sviðinu, pluss teknikrjú sem að þessu sinni eru hátt í 10. Já. Og við erum með sérstaklega flugvél sem heitir TF Ork. Það er tilviljun, það er mjög skemmtilegt. Af því að við erum aðeins 15-20 hér sem erum sem sagt atvinnutónlistamenn til þess að taka þátt í svona verkefnum í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og líka á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Þannig að við þurfum í stærri verkefnum að sækja fólk austur, vestur og suður. Já, og þeir eru bara með flugvél og eitthvað snærum sem sækir þetta fólk. Já, við gerum svo mikið að þessu að við gerum samninga langt fram í tíman, þannig að það borgar sig fyrir okkur að nota ekki venjulegar almenningssamgöngur, því að þá myndu tímarnir aldrei passa, en líka því að þetta er langt fram í tíman, mikið af verkefnum, þá kemur þetta í rauninni hagstætt út fyrir okkur og er ekki að sliga okkur, þó þetta kemur svolítið niður á verðinu hjá okkur. Já. Við þurfum að hafa allt svolítið dýrara, þannig að við erum ekki eins vel samkeppnishæf eins og við værum ef við fengum hjálp við ferðakostnaðinn. Nei, já. Og þá lítum maður til ríkis og bæjar við... Blikkar svolítið. Já, það myndi laða meira að ef við fengum svona smá stuðning þar. Já, einmitt. Þarf ekki mikið. Nei, en yfirvöld hljóta að sjá svona í ljósi þessa grettistak sem hefur verið lyft og þessar frábæru hluta sem að gerast, að það sé nú kannski alveg þess virði að bæta svolítið í þar til þess að styðja ennþá betur við. Maður vonar það allavega. Já, ég myndi segja að það að leggja til 1 milljón til þess að 10 milljónir af gjaldeyri kom inn, sé bara fýtt business. Sko. Já, ég held að það geti engin mótmælt í. Því að það jákvæða í þessu er að í 90% tilvika er þetta nýir peningar sem hafa aldrei sést á Íslandi áður. Nei. Þegar maður ná í eitthvað sem er verðmætt. Að þessu sinni er þetta öðruvísi, vegna þess að hér er þetta samstarf þessara 3 menningarstofnana, en það er líka rosalega jákvætt að þvert á landið séu menningarstofnar að vinna saman að einhverju listaverki sem mun síðan standa þetta eins og bautasteinn. Já, einmitt. Eða varða. Já. Og fyrir okkur er rosa gott að eigna svona nafnspjald, sem sagt Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, því að þó að við séum núna í eyrunum á fólki út allan heim, út af COVID og þetta allt saman, að því að við erum búin að spila svo mikið Netflix-veituna, þá er margir að hlusta á okkur, en þeir vita ekkert ef þeir lesa ekki kreditlistana að þetta er við. Nei, þetta eru þið sem eru að spila. En hér er þetta bara, þetta eru við. Já, svo vel. Við gerðum þetta. Við verðum með DVD og þetta verður á öllum veitum og þetta fyrir sjónvarpið og þetta verður frumflutt við á kvikmyndahátíðum. Já. Þannig að við verðum bara út allt. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Og náttúrulega eins og bara svo margt sem þið eru að gera og það er náttúrulega fleiri verkefni í burðarliðnum, ekki satt. Það er náttúrulega Sinfónían spilar inn á verkið þitt Benedikt Búál sem verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar núna í byrjun mars. Já, þetta er svona hluti af samstarfi Mörtu Nordal og mín, eða sem sviðana, leiklistasviðs og tónlistarsviðs í Menningarfélagi Akureyrar. Já. Að einu svona ári gerum við eitt stórt verkefni saman. Við höfum gert þetta til dæmis kabarett, þar sem að meðlimir Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands voru í þessari 12 manna hljómsveit. Já. Það var svona jazzarmur sinfóníunar sem var þar. Og við unnum saman að gallsteinar af að gissa og þetta er svona skrifað inn í okkar samkomulag við gerum þetta. Já. Kannski gerum við eitthvað eins og Chicago eða eitthvað stærri söngleiki bara í hofi fljótlega. Já. Við gerum Pílu Pínu, hljómsveitin Gryfju. Þetta er mjög skemmtileg verkefni. Þetta er ótrúlega fjölbreytt og magnað og bara vitnisburður það sem hægt er að gera þegar skapandi fólk tekur sér til og þó að það hlýtur að vera heimsmeti í ekki stærra samfélagi að það sé hægt að gera svona margt og svona vel og stórt. Veistu, ég held það. Og það sýnir svolítið ég verða að hrósa pólitíkinni dálítið fyrir að leggja þó þetta mikið í menninguna. Já. Að það sé semst grunnur að einhvers konar atvinnuleikhúsi og grunnur að einhvers konar atvinnuhljómsveit og þetta frábæra menningahús. Það er náttúrulega ótrúleg framsýni að hafa byggt þetta. Já. Það er bara búið að breyta öllu. Já. Og að þú getur búið á Akureyri segjum haustið 2019 og segjum við konuna þína, heyrðu, elskan, eigum við hvað kíkja í Hof í kvöld?
nú hvað er í gangi þar? Heyrðu, það er rússneski ballettin, ef að koma. Já. Þú veist, þetta eru bara lífsgæði. Heldur betur. Og bráðum á ég vona því að það er allan að metna mál mitt að þú, konan spyr manni sem hún spyr, heyrðu, ef að kikki í hofi í kvöld, hvað gerist það? Já, heyrðu, mér sýni, það er óperan. Ég held að þau séu að sýna, ég held að það sé Carmen. Já. Ef ekki að koma. Akkurat. Þú veist, þetta breytir lífsgæðum. Og hvernig er verkefnastaðan framundan? Hún er alveg merkilega góð, því að nú er farið að taka upp svona kvikmyndatónlist víða í heimi. Þau eru búin að finna leiðir til þess að gera þetta, þannig að við erum ekki lengur eina hljómsveitin. En þetta heldur áfram á svipuðum nótum. Strax næstu helgi erum við að fara að taka upp tónlist við stærsta tölvuleik Sony. Já. Og tölvuleikiðnaðurinn er þrefalt stærri heldur en kvikmyndaiðnaðurinn, þannig að það er mjög gott að komast þar inn. Og það er söngfólkið okkar sem kemur á því, það er Hymnodía, atvinnukórinn sem er hér á Akureyri og skólakantórum frá Reykjavík sem sameinast í 40 manna kór við þennan episka tölvuleik sem ég held að allir tölvuleika nördar vita núna hvað er að tala stærsti tölvuleikur Sony. Já, einmitt. Og síðan er Netflix að koma með verkefni bara strax í byrjun mars, þannig að það er bara svona buna hjá okkur núna. Og að mörguleyti má þetta þakka Veru Atla Örvas hér á Akureyri. Hann er náttúrulega einn af þessum stærri tónskáldum í þessum bransa, en vinnur það allt frá Akureyri. Og nærveran við hann og hans verkefni hjálpa svo að skapa traust. Einmitt. Fyrir utan að hann svona stofnaði verkefni Sinfóníu á Nord með mér þarna 2015 eins og ég sagði frá þarna. Já, og það er bjart framundan og ég vona sannarlega að þið náðu að taka upp alla þessa 3,5 tíma á þessum 20 tímum sem þið hafið núna helgina. Já, Bjarni Frímann er hljómsveitarstjóri er að stjórna núna. Hann er búinn að vera svo rosalega mikið í hljóðverum og er síðan að stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands og öðrum hljómsveitum hvað eftir annað. Já. Að hann hefur svo mikið skilning á þessu formi að vera með bæði svona rock, pop þekkingu úr hljóðverinu og síðan að þekkja þessa hljóðfæraleikara að hann nær rosalegum hraða. Já. Hann má eiga það kallinn sko. Já, frábært. Þannig að þetta ætti alltaf að ganga vel. Við vonum það besta og við höfum mikið traust á þessu fólki, þessu hljóðfæraleikurum sem eru búin að þróast náttúrulega með okkur síðan 2015 og það er Grammy verðlaunahafi sem heitir Stephen McLaughlin sem hefur unnið töluvert með okkur frá upphafi. Hann var á ráðstefnu með mér online kvikmyndatónlist og hann sagði það bara hreint út að hann hafði heyrt í okkur 2015 og ég hafi sagt að mér langaði að fara í samkeppni við Abbey Road þar sem hann kemur og hann bara fór að hlæja og ég bara, ég ætla bara víst að gera það. Já. Síðan þarna á ráðstefnunum segir hann, svo gerist það bara að ég er komin hérna núna 2020 og Todd was right. Þeir eru að gera alveg í jafngóða hluti og við erum að ná að gera í Abbey Road, þannig að þetta hefur þróast á rétta braut. Heldur betur, þetta er magnað, bara hjartanlega til hamingju með þetta allt saman Þorvaldur og gangi ykkur vel núna helgin og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir mig.